Fyrri ritningalestur þessa Drottins dags að finna í spádómsbók Jesaja, kafla 40, versum 25-31. Við hvern viljið þér samlíkja mér, að ég sé honum jafn, segir hinn heilagi. Hefjið upp augu yðar til hæða og litist hver hefur skapað stjörnurnar. Hann sem leiðir út her þeirra með tölu og kallar þær allar með nafni. Sökum mikileiks kraftar hans og af því að hann voldugur að afli verður einskis þeirra vant. Hví segir þú þá, svo Jakobsætt, og hví mælir þú þá, svo Ísrael? Hugur minn hulinn fyrir drottni og réttur minn genginn úr höndum Guði mínum. Veistu þá ekki, hefurðu ekki heyrt? Drottin eilífur Guð, skapað hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann lýgist ekki. Speki hans órannsakanleg. Hann veitir kraft hinum þreytta og gnóan styrk hinum þróttlausa. Ungir menn þreytast og lýjast og æskumenn hníga, en þeir sem vona á Drottin fá nýjan kraft. Þeir fljúga upp á vængjum sem ernir, þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Þannig hljómar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Síðari ritningalestur þessa Drottins dags að finna í bréfi Páls til Rómverja, kafla 13, versum 8-10. Skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt að elska hver annan, því að sá sem elskar náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Kærleikurinn gjörir ekki náunganum mein, þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Þannig hljómar hið heilaga orð, dýrð sé þér Drottin, því þú hefur orð eilífs lífs, hvert annað ættum vér að fara. Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Mattheus. Guði sé lof og dýrð fyrir sinn gleðilega boðskap. Guðspjall þessa Drottins dags sem sagt að finna í Mattheus og Guðspjalli í 8. kafla, versum 23-27. Nú fór hann í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gjörði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn. En Jesús svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja, Herra, bjarga þú, vér förumst. Hann sagði við þá, hví eru þér hræddir þér trúlitlir? Síðan reis hann upp, hastaði á vindinn og vatnið og varð stillilogn. Mennirnir undruðust og sögðu, hvílíkur maður þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þannig hljómar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Þekktur barnasálmur hljómar eða hefur þessi orð þegar stormur stríður. Þegar stormur stríður geysar allt kring, ég veikur en víst mig ber hans voldug hönd á friðarströnd. Samkvæmt sálmabók barnanna höfundur þessa söngs ókunnur og þá ekki hægt að spyrja hann eða hana hvernig söngurinn kom til. En ég tel samt nokkuð örugt að halda því fram að höfundur hafi haft þessa sögu sem að við lásum í Guðspjalli dagsins í huga. Söngurinn minnir að mörgu leyti á ákveðna myndræna túlkun sem vinsæl hjá meira en einni grein kristninnar. Við getum fyrst nefnt þá sem framar öllu leita að leiðbeiningum til þess að bæta líferni sitt með stöðugum framförum í Biblíunni. Þeir sem líta á það sem megin boðskap Biblíunnar. Þá ég að tala þann hóp sem að les Biblíuna og horfir á hana fyrst og fremst sem leiðbeiningabók fyrir lífið. Enska orðið Bible, B-I-B-L-E, hefur breytt í skammstöfun fyrir Basic Instructions Before Leaving Earth, sem á íslensku mætti útleggjast grundvallar leiðbeiningar fyrir brottför frá jörðu. Það myndi vera einn hópur eða allavega í öðrum endanum, en í hinum enda skalans mætti finna hina frjálslyndu sem
hreinlega ekki trúa því að svona saga geti hafa átt sér stað og trúa því að hún sé ekki raunveruleg að því leita og eiga þá ekki annan kost en að leita að merkingu sem ekki háð sögulegu gildi atburðina sem hér eiga sér stað. Þeir enda þá gjarnan á sama stað og hinni finnrömdu og saga nýtist þeim eiginlega einungis, allavega fyrst og fremst, sem ein af dæmisögum Jesú. Hann bara hluti af dæmisögunni. Nú þetta ekkert að því að sækja innblástur og styrk í þessa sögu þegar maður gengur gegnum storma lífsins. Margir hafa lukkast vel í því. Þá óskar maður þess helst að maður geti gert eins og lærisveinarnir gátu ekki, að leggja allt sitt traust á Jesú Krist. Enda það rétt. Það ekki þetta sem að fyrsta boðorðið kennir okkur? Þú skalt ekki aðra guði hafa. Og þannig það lagt út í fræðum Lúthers. Hvað það? Svar: við eigum umfram allt að óttast Guð og elska og honum að treysta. Gott og vel. Þetta biblíulegur og réttur boðskapur. Það að við eigum að treysta Guð í öllum þeim erfiðleikum sem við getum ratað í. Og þessi saga nýtist óneitanlega sem dæmi það. Ekki síst vegna þess að traust til Guðs mikilvægt atriði í sögunni. Traust sem virðist vanta hjá lærisveinunum til að byrja með, en síðan sýnir sagan að þeir gátu treyst honum. En við skulum samt sem áður hafa það í huga að þetta ekki megin tilgangur þessara frásagnar. Það að auki getum við alls ekkert lofa því á grundvelli þessara sögu að Jesú muni alltaf skýla okkur frá öllum stormum lífsins, hvort sem það bókstaflegir stormar eins og sá sem að slær kapelluna einmitt núna, eða ef það myndrænir stormar. Lærisveinar Jesú upplifa nefnilega það að þeir standa oft í mótvindi eða þurfa að þola mótlægi og erfiði. Stundum þurfa lærisveinar Jesú að láta líf sitt, bæði í venjulegum slysum, í sjúkdómum, í hamförum, af völdum ofsókna og árása eða jafnvel í skipsbrotum. Kirkjur geta fallið saman í jarðskjálftum og stormveðri. Kirkjur geta brunnið niður, jafnvel verið kveikt í þeim og þær eyðilagðar í árásum óvina hennar. Ef það á að finna tengingu þessa eðlis við dæmisöguna, þá það svo að kirkjan og lærisveinar Krist þurfa að standa af sér marga storma og ekki að Jesú muni alltaf bæja þeim frá. Þannig að svo vinsæla hugsun að ekki illkomi nokkru sinni fyrir lærisveinar Jesú á hvorki stuðningi heilagri rétningu né í reynslu veruleikans. Þvert á móti það klárlega loforð Krists að lærisveinar hans muni ganga gegnum þrengingar og erfiðleika, að heimurinn muni hata þá, að sumir verði fangelsaðir og sumir muni jafnvel láta lífið. Við heyrum þetta jafnvel í fjallræðinni, í Mattheusarguðspjalli kafla 5, versum 10-12, við heyrum þetta í Lúkasarguðspjalli, í kafla 21, vers 12-18, í Jóhannesarguðspjalli og mörgum öðrum stöðum. Að storma lífsins muni blása og hrista fley lærisveinanna og geta þau jafnvel sokkið þegar þau fyllast af vatni. En ef þetta ekki megin tilgangur sögunar, ef þetta ekki innihald hennar, í hverju tilgangur hennar þá fólginn? Í fyrsta lagi held ég því fram að það sé ekki hægt að skilja þessa sögu eða þessa frásögn nema maður trúi henni. Nema maður fyrst trúi því að hún sé sönn og hafi raunverulega átt sér stað eins og Biblían lýsir henni. Þess vegna nálgumst við þessa sögu í því trausti. Að orð Guðs tali sannleikann til okkar, ekki bara í einhverju falinni merkingu eða einhverju dæmi, heldur líka í sögulegri staðreynd þeirra atburða sem hún lýsir. Þetta gerðist eins og það sagt. Jesús stillti raunverulega storminn. Báturinn var raunverulega svo illa kominn að hann var við það að sökkva. Þar á eftir, þegar við lesum alla söguna, þá tökum við eftir því að síðasta versið í Guðspjalli dagsins
beinir okkur að merkingunni. Mennirnir í bátnum, það er að segja apostularnir, þeir spyrja hver annan, hvílíkur maður er þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Áherslan á ekki að vera á lærisveinana í bátnum, heldur á mannin sem að stendur upp í bátnum og hastar á vindin. Hver er hann? Hvaða maður er þetta? Hvers konar maður er þetta? Þetta er það sem raunverulega átti sér stað. Jesú gekk um borð í bátinn við lærisveinum sínum og lagðist á kodda í skuti bátsins meðan lærisveinarnir eru yfir. Þetta kemur ekki beint fram í guðspjalli dagsins, en þetta kemur fram í sömu frásögn í Markúsarguðspjalli, kafla 4, versum 35-41, og er líka að finna í Lúkasarguðspjalli, kafla 8, versum 22-25. Og meðan Jesú og lærisveinar hans eru út á vatninu, þetta er nú eiginlega ekki löng ferð yfir Galileu vatn, en meðan þeir voru þarna á miðju vatni, þá kemur ofsaveður. Svo mikið að bylgjurnar leggjast yfir bátinn, hugsaðu ykkur það. Þetta er lítið vatn og veðrið er nægilega brjálað til þess að stórar bylgjur myndast og skola yfir bátinn þar sem Jesú og lærisveinar hans eru. Hugsaðu ykkur hvað þetta er ógnarþrungið, hvað þetta er óttaþrungið augnablik. Kannski hjálpar það að hlusta á vindinn. Þetta er kannski eitthvað í áttina, þótt að ég hugsa að það sé samt sem áður ekki nálægt því sem að lærisveinar Jesú upplifðu. Fyrsta lagi var algjört myrkur, enda ef alla nokkuð lukt sem gat haldist brennandi í svona veðri. Það var algjörlega kolbrjálað veður. Og Jesú lærisveinar hans eru út á miðju vatni í opnum báti. Bárurnar leggjast yfir bátinn og fylla hann af vatni. Sennilega þurftu allir að taka ausurnar, allt sem þeir höfðu til að ausa með og ausa af öllum lífs- og sálarkröftum svo að báturinn haldist á floti. Síðan þurftu þeir líka að róa, en þetta var jú árabátur. Ég veit ekki hvort þeir gátu gert hvort veggja í einu, eða hvort þeir nýttu alla krafta til þess að ausa bátinn. Og meðan allt þetta á sér stað, liggur Jesús aftur í bátnum á kodda og sefur vært. Stundum hef ég hugsað með sjálfum mér, hvað getur hafa valdið þessum svefni? Þegar við lesum sögunni í Markúsarguðspjalli, þá fáum við lýsingu á því sem gerist þennan sama dag, svolítið á undan. Og Jesú hafði einmitt farið með lærisveinum sínum yfir vatnið í upphafi sögunnar til þess að reyna að finna stað þar sem þeir gátu hvílt sig. Lærisveinar hefðu verið úti og predikað, þau voru þreyttir. Og Jesú fór með það á stað sem var eyðistaður og þar aftur að fá að hvíla sig. En mannfjöldinn, þeir fylgdust með bátnum, sáu hvað hann kom í land og þeir hlupu í kringum vatnið og komu undan bátnum í land og biðu eftir Jesú þar sem hann kom. Og allan þennan dag þá sinnti Jesú liðnum og fólkinu sem vildi hlusta á hann. Dagurinn byrjaði að maður þreyttur. Hvernig endaði svoleiðis dagur? Þetta var maðurinn sem hafði gefið allt og hann hafði lokum mettað fólkið. Hann var gjörsamlega búinn á því og kemur síðan út í bátinn og sofnar. Samt sem áður, þá er ekki hægt að búast við því að það sé hægt að sofa í svona veðri. Hugsa ykkur bara það að reyna að leggjast hérna út á völl með svefnpoka og að reyna að sofa núna. Það væri enginn sem gæti. Sama hversu þreyttum að væri. Kristur er sannarlega fyrirmynd trúaðra í því að hann gaf allt. Hann gaf allt fyrir kirkjuna, hann gaf allt fyrir líð sinn. Sérstaklega er hann fyrirmynd eiginmanna sem að gefa allt fyrir eigin konu sína. Þessi myndi dregin upp í Efesusbréfinu. En allavega, aftur að bátnum. Jesús liggur þannig sem sagt aftur í skutnum og sefur. Það er bara Jesús sem gat sofið svona í þessu veðri.
Og það einmitt fyrsta vísbendingin það sem á að gerast. Jesús sefur vegna þess að hann hefur fulla stjórn á aðstæðunum. Þetta ekki honum ofvikið. Lærisveinarnir skildu þetta ekki. Ég held að þeir hafi fyrst sennilega hafa þeir fyllst af pirringi. Hvað að gerast hérna? Á hverju hann sofandi? Á hverju hjálpar hann okkur ekki? Síðan hefur þessi pirringu þróast yfir í algjöra örvæntingu að lokum. Svo kemur að því að þið vekja hann, en þá orðið augljóst að báturinn að fara að farast. Herra, bjarga þú, vér förumst. Herra, bjarga þú, vér förumst. Þeir eru þegar komin í niðurstuna, þeir eru að farast. Og þetta orð, bjarga þú, eða þessi tvö orð, bjarga þú, hugsaðlega hafa ég sagt hósanna, sem orð sem við notum líka í okkar helgisíðum, hósanna á hebreusku. Nú Jesú vaknar, rís á fætur, og svo segir hann, hví eru þeir hræddir þér trúlitlir? Hugsaðu ykkur það. Í þessum aðstæðum, hann vaknar, lítur á stormin og segir, á hverju eru þeir hræddir? En svo snýr hann sér að vindnum og hastar á hann, hastar á vatnið, og það verður strax á augabragði verður blankandi logn. Allt stoppar. Nú gæti einhver svarað mér og sagt, heyrðu, ekki þetta sönnun þess að frjálslyndu guðfræðingarnir og það sem þeir halda fram sé í raun og veru rétt? Þetta ekki góðsaga? Þetta ekki bara dæmissaga? Því Jesú tala við vindin og vatni eins og það væri lifandi verur. Og við vitum auðvitað að svo ekki. Vindur og vatn geta ekkert hugsað. Vatn bara vatn og vindurinn bara loft sem hreyfist til. Það heitt loft sem hefur háan þrýsting og færi síðan yfir á svæði þar sem lægri þrýstingur. Þetta í raun mjög einfalt. Það ekki hægt að skipa þessu fyrir, þetta bara náttúrulögmálin. Vindur og vatn hafa enga vitund, hafa engan huga, enga hugsun, engan vilja, engan tilgang með hegðun sinni. Þetta bara afurð náttúrulögmálina. Það ekki hægt að tala við vind og vatn. Og þeim sem spyr þannig, svara ég, jú, rétt það. Ekki það bara hárið rétt að vindur og vatni hafi enga vitund, heldur það líka nauðsynleg forsenda í þessari frásögn. Þetta snýst nefnilega ekki hvað vindurinn og vatni geta gert, heldur hversu mátturinn og valdið í orðum Jesú. Því þetta ekki í fyrsta skipti sem vindi og vatni skipað fyrir í Biblíunni. Við þekkjum til dæmis söguna af spámanninum Jónasi. Þegar hann var út á vatni að reyna að flýja frá Guði, sendi Guð storm sem olliði að Jónasi var kastað fyrir borð og hann lenti í maga stórfisksins. Þá lagði storminn. Við höfum heyrt söguna um Jórdanana sem þotnaði upp þegar Ísraelsmenn gengu yfir og inn í fyrirheitnalandið. Og að samanskapi að sjálfsögðu Rauðahafið sem klofnaði í tvennt. Eða Nóaflóðið sem fyllti alla jörðina. Allt þetta eru sögur af vatnið sem hlýðir orði Guðs. En jafnvel og undan þessu koma sjálf orð sköpunarsögunar. Guð sagði verði festing milli vatnanna og hún greini vatn frá vatnum. Þá gjörði Guð festinguna og greindi vatnin sem voru undir festingunni frá vatnum sem voru yfir henni og það varð svo. Og Guð kallaði festinguna himinn, það var kvöld og það var morgun, hinn annar dagur. Guð sagði safnist vatnin undir himinin á einum stað, svo þurrlendið sjáist og það varð svo. Rödd Guðs talar í sköpunarsögunni og orðin fylgja, það varð svo. Eins þetta í hinum sögunum. Rödd Guðs talar og það verður svo. Rödd þessa sama Guðs talar í þessum bát í Galileu vatni og það varð svo. Valdið hið sama og þá ekki annað hægt en að vatnið og vindurinn bregðist við. Það varð svo. Þetta vald sem á ekki sinn uppruna í þessum heimi, heldur á uppruna sinn utan við heiminn.
Því rödd Jesu og orð hans rödd hins þríeina almáttuga Guðs sem skapaði himinn og jörð. Guð sjálfur klæddur holdi og blóði, fæddur sem maður var í bát lærisveinanna. Þetta var hann. Það að hann svaf á púða aftur í bátnum, það breytti því alls ekki. Meðan hann var í bátnum gat báturinn ekki farist. En aðalatriðið samt þetta. Hann hastaði á vindinn sem enga vitund hefur og hlýddi samt. Einungis sá sem skapaði himinn og jörð með orði sínu, einungis sá sem skapaði vatnið með orði sínu og mótaði það, hefur þvílíkt vald. Og svo kemur sem sagt að því að lærisveinarnir spyrja, hvílíkur maður þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Og þeir hafa ekki svar við því þarna leið. En svarið kemur smám saman og þegar maður komin nokkrum köflum síðar að kafla 16, að versi 16, þá niðurstaðan komin. Jesús spyr þá, hvern segið þið mig vera? Og þá það Símon Pétur sem rís á fætur og segir, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Nú var hann búinn að ná þessu. Þetta merking sögunnar. Til þessa þessi frásögn í Nýja testamentinu, til að kenna okkur þennan einfalda sannleika að Jesú frá Nasaret Kristur, drottinn, sonur hins lifandi Guðs. Þessi Kristur sá drottinn sem við trúum á og treystum í lífi og dauða. Hefur Jesús aldrei sagt að hann sé Guð, segja sumir. Jú, hann hefur sagt það mörgum sinnum og hann hefur sýnt það. Og hér hefur hann sýnt það. Að lokum, Jesú hefur aldrei lofað okkur því að við munum ekki lenda í einhverjum erfiðleikum. Né heldur hefur hann heitið því að erfiðleikarnir geti ekki unnið bug á okkur eða jafnvel bundið enda á líf okkar. En hann hefur lofað því að vera með þeim sem trúa á nafn hans, jafnvel í dauða þeirra. Því hann hefur sigrað dauðan. Dýrð sé Guði, Föður sín og heilögum anda, svo sem var í upphafi, enn og verða munum aldir alda. Amen. Við skulum rísa á fætur og játa saman trú okkar.